Komið sæl og verið velkomin með okkur í 12. þátt sjónvarps Víkurfrétta á þessu ári. Við verðum á menningarlegu nótum og hefjum leikinn í menningarviku í Grindavík sem var að ljúka. Þaðan liggur leið okkar í Garðinn með edduverðlaunahafanum Kristínu Júlu. Í síðari hluta þáttarins verðum við á sönglegum nótum með kórum og efnilegri söngkonu úr Keflavík og skoðum líka krúttlega páskaunga, en við hefjum leikinn í Grindavík. 7. menningarvikan í Grindavík, hvernig gekk hún fyrir sig? Hún búin að ganga alveg rosalega vel fyrir sig, afskaplega ánægð með hvernig til hefur tekist. Aðsóknin búin að vera fram að væntingum á flesta viðburði, náttúrulega misjafnt eins og gengur að gerist, en það er bara komið skemmtilega óvart hvað búið að vera, að því að það er svo mikið í boði, mikið framboð, þá kemur bara skemmtilega óvart hvað er rosalega góð aðsókn á þessa viðburði. Það er búið að vera fullt hús á mörgu viðburðum, í kirkjunni líka og í Kvikunni og víðar og þannig að, og ég heyri það bara á þátttakendur sem eru með þessa viðburði, þeir eru afskaplega ánægðir hvernig þetta hefur tekist. Þið eins og undanfarin ári eru svolítið mikið að byggja þetta á heimafólki, en svo fáið þið til ykkar gesti víðar á landinu og jafnvel utan landsteina. Já, við erum svo heppin að fá framúrskarandi listafólk til að mynda frá Píti og Veinabæ okkar og voru svona samkrulli með tónlistafólki hérna í Grindavík og víðar, og það voru afskaplega skemmtilegi tónleikar, og svo náttúrulega Jón Ólafs og Gunnar Þórðars hérna í tónlistaskólanum, og gaman að fá svona framúrskarandi listafólk í fremstu röð. En það er rétt, uppistaðan er mikið til heimafólk og það er svo gaman að hvað er mikil gróska, og við erum afskaplega stoltið hérna í Grindavík að Grindavíkur bær tók í fyrsta skipti þátt í svona þjónustukönnun sveitafélaga, og þar kemur til að myndi ljós að ánægja með menningarlífi hvergi meira á landinu í Grindavík, og menningarvikan á virkilega stóran þátt í því. Og líka þegar mælingi fór fram í fyrra, þá náttúrulega vorum við með að halda upp á 40 ára kaupstaðarafmæli og við gerum það svona jafnt og þétt allt árið, og það segir okkur að menningarlífi hérna í Grindavík er á mikill uppleið. Lífið er meira en saltfiskur í Grindavík. Já, það er nú fræg heimildaminn sem var gerð hérna fyrir 40 ára síðan, rétt rúmlega það, Fiskur undir steini, og þessi mynd hefur nú svona svolítið setið í Grindvíkingum síðan þá. Maður ekki Grindvíkingar sem urðu mjög móðgæðir, en þetta hefur kannski bara verið einhver ámenning sem að Grindvíkingar þurftu að fá á sínum tíma, og þeir hefa og Grindavíkur bær hefur eiginlega bara blómstrað menningarlega séð núna í seinni tíð, og Grindvíkingar er löngu búin að fyrirgefa þessa heimildamynd, og það er einmitt viðburður hérna Sjórænum síkáta sem er búin að vera undanfarin ár, sem að leikskólakrakkar standa fyrir, sem að þeir kalla Fiskur undan steini, og ég held að það rammi bara svolítið inn hvernig samfélagið er orðið í Grindavík. Þetta er mjög menningarlega sinnað bæjarfélag. Það er líka þekkt fyrir náttúrulega að vera fremstur í íþróttum, og þetta er náttúrulega sjávarútvegspláss sem að gera þetta svolítið með trompi, að maður kannski segja að menningarvikan sé bara svona svolítið ángi að þessari gömlu vertíðarstemningu. Það er bara tekið með trompi hérna viku, þetta er bara alvöru stemning í eina viku, svona alvöru vertíð. Þetta hlýtur bara að vera jákvætt til bæjarbæinn að halda svona menningarviku og svona kannski brjóta þess upp dimman veturinn. Já, einmitt, en svolítið hentugur tími, marsmánuður, það er svona einhvern veginn svona undanfari sumarsins, svona smá vor í lofti, og við erum síðan fyrst allra bæjarhátíða á landinu yfirleitt, þá með Sjórænum síkáta, þannig að þetta er svona góður tímapunktur finnst mér, og svona upptaktur fyrir það, og Sjórænum síkáti er náttúrulega búin að skipa svona fasta sess í menningarlífinu líka. Og þar ætlum við að reynda að vera með svona ákveðna nýjungar í sumar sem ekki verið með áður, eins og alltaf að reyna að þróa okkur áfram, eins og með menningarvikuna, því að við fórum þá leið núna að vera með svona fjölmenningarlegt yfirbragð á henni, og það hefur líka tekist vel, þannig að við byrjum aðeins á því fyrra, tókum næsta skref núna, og þannig að við erum alltaf að reyna að gera betur og fylgjum allar góðar ábendingar hvað hægt er að gera betur á milli ára. Kristín Júla Kristjánsdóttir hlaut á dögunum edduverðlaun fyrir gervi í kvikmyndinni Vonarstræti. Við fórum í vinnuna með henni og heyrðum í nokkrum vinum hennar.
Ég og Kristín Júla kynnumst þegar við erum að skjóta allt fyrir ástina myndbandið og það var ást við fyrstu sýn. Við erum búin að vera svona síðan. Ef eitthvað svona kemur upp á, eitthvað svona verkefni, þá reyni ég alltaf að fá Kristínu Júlu til að passa upp á það að ég sé gorgeous. Og það sem hún hefur nefnilega ekki bara sko hæfileikarnir og ekki bara það að hún næri að finna hæfileikunum sínum farveg, heldur líka svona rosalega falleg manneskja að vinna þessa vinnu og það svo ómetanlegt, sérstaklega í svona hópvinnu, það sem kannski mikið liggur við, kannski stórt krú, hópur af fólki að vinna að einum og sama rammanum, að þá gefur augalið að það verða allir að dansa saman og Kristín Júla sko mýksta smjörið í þessari vél, hún sko olían sem smyr vélina, ég get alveg lofaði því, þess vegna hringi ég í hana. Kristín Júla Kristjánsdóttir, nú erum við staddar hérna í húsnæði Sagafilm, þar sem þú ert með bækistöð þína meðal annars. Mér dettur í huga að spyrja, hvað það skemmtilegasta við starfið þitt? Það skemmtilegasta að fá að búa til manneskjur, eða fá að búa til karaktera, breyta fólki í bara aðra en það eru. Bara, já, mér finnst það skemmtilegast, að fá að hanna karaktera. Og helst þá manneskjur sem eru öðru algjör andstæða við þau sjálf? Já, það náttúrulega skemmtilegast, að fá að breyta fólki bara eins mikið og þá erum við að tala sko, það ekki bara útlit, að karakterin náttúrulega breytist einmitt með útlitinu, bara leiðu út fyrir þú sér karakterin svolítið á og þá náttúrulega í klæðaburði og hárinu og fasinu bara. Manstu eftir því hvenær áhugi á því að gera þetta kviknaði hjá þér? Byrjaði þetta í æsku eða seinna? Maður ekki, ég stundum verið að rifja upp svona, jú, í æsku fannst mér alltaf gaman að ég elskaði hlutverkaleiki. Þú veist, þannig að jú, örugglega hefur þetta kviknað strax í æsku, því það var bara, en þetta var samt aldrei kannski eitthvað sem ég ætlaði að fara að gera. Ég veit það ekki, en ég lærði ekki sko fyrir en að ég var orðin 34 ára. Og þá var það ekkert að ég væri búin að ganga með einhver draum í maganum að verða sminkað eða förðunarfræðingur eða eitthvað. Og ég hafði aldrei maskarað aðra manneskju og ég hafði engan áhuga á því sko. En þó ég hef alltaf haft áhuga á sköpun. Þetta var eiginlega bara algjör tilviljun að ég fór í þetta nám. Það var bara þannig, ég var bara leið og einhvern veginn þannig þurfti bara eitthvað að hugsa bara hvað þetta að gera. Ég þurfti að fara að læra eitthvað. Og sat bara mjög döpur yfir morgunverðarborðinu og las Morgunblaðið þegar ég sá auglýsingu frá förðunarskóla sem var og hét No Name. Og nema svo mamma mín, hún bara sló saman lóðunum og bara, þú bara ferði inn á skóla, þú bara gerir þetta og svo bara sérðu til, kannski þetta eitthvað fyrir þig eða ekki. Og þannig hún svona hálfrak mig í skólan. En þegar ég fór í þetta nám, ég ætla að segja það, þá fór ég ekki í þetta til að vera heima og mála árshátíðarfarðanir. Þú veist, það kom aldrei til greina, en það var alltaf, þegar ég sá þessu auglýsingu þá var heldur pínu að ég myndi bara fara ef ég ætla að gera þetta, að þá ætlaði ég að fara að skapa manneskjur. Og svo því ég útskrifast úr skólanum, þá ákvað ég að fara niður í kvikmyndaskóla og bjóða mig frítt í vinnu fyrir útskriftarverkefni þar. Ég gerði það, vann 2-3 útskriftarverkefni með þeim og þar með var ég bara komin inn í bransan eiginlega. Því að svo ég lenti á frábærum hópi í kvikmyndaskólanum sem að útskrifaðist þarna um vorið og það allt fólk sem að fór beint í svolítið mikilvæg störf í bransanum. Og sem að ég fór náttúrulega svo bara að vinna svolítið með. Og þú nú kynnst ansi mörgu fólki líka í gegnum í þessum bransa sem að hafa svo orðið vinið þínir. Já, mjög mikið. Þetta er náttúrulega mjög, mjög persónulega náin vinna sko, með leikurunum sko. Og í bíómyndum og sjónvarpsþáttum að þá
þá nánustu tengslin held ég að séu, ég held ég sé bara að segja rétt að séu milli sminkunar og leikarans sko, svona hversu nærri fólki maður gengur sko. Og og maður þarf að kunna svo mikið að lesa aðstæður, þú þarft að kynnast fólki bara mjög vel, þú þarft að læra inn að og þú veist, ég þarf bara að vita hvenær leikari sest í stólinn hjá mér og hann vill bara hugleiða eða bara, þú veist, fara yfir næstu senu eða eitthvað og þá bara gott að geta að lesa aðstæður og bara, nú ætlum við bara að þegja saman, þú veist, ég bara vinn mitt og svo bara þegjum við og við getum það svo vel en svo náttúrulega ansið mikið talað, þú veist, þess á milli og mann er trúa fyrir, þú veist, það líka það, þú veist, að þetta er svona staðurinn sem fólk bara kemur og bara, þú veist, og ef það er eitthvað að eða erfitt og það er erfitt á settinu eða bara, þú veist, þá er sminkun alveg treyst fyrir því, sko. Þannig að jú, ég er búin að eignast mjög marga vinur og mikið af mínu nánustu vinur eru náttúrulega bara fólk sem ég hef kynnst í vinnunni. Leikarar og tónlistafólk og bara sem ég hef verið að vinna með. Við sjáum meira af Kristínu Júlu eftir nokkrar auglýsingar. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Sæl aftur, einn virtasti leikstjóri landsins lítur á Kristínu Júlu eins og móður sína og er afar ánægður með samstarfið með henni. Við kynnumst Kristínu Júlu aðeins betur. Baldvin Zeta, nú hefur þú unnið með henni Kristínu Júlu og ert líka vinur hennar. Hvernig myndur þú lýsa henni sem manneskju? Kristín er svona manneskjan sem límir einhvern veginn allt saman og því að þú veist hún er líka einhvern veginn manneskja sem tekur við leikurunum áður en þeir koma á sett til mín þannig að það fer alveg eftir í hvernig hún trítar leikarana þegar þau koma á setti til mín þannig að hún getur farið í báðar áttir með karakterina þannig að hafa Kristínu í sminkinu og í andlega partinum þarna á þessum tímapunkti er það mikilvægasta af öllu og því að hún er svo elskuleg og hún er svo ég er eiginlega bara að horfa á Kristínu sem mömmu mína sko. Hún er svo yndisleg og það er svo gott að hafa hana nærverðin og svo þægileg og allir leikarar koma alltaf endurnærðir frá henni og það er eiginlega svolítið svona Kristín í hnotskurn og svo getur manni einhvern veginn liðið illa eftir daginn eða eftir vikuna og ef maður er eitthvað niðurbrotinn þá getur maður leitað til Kristínar og því að hún er svo mikil eitthvað mamma mín, ég held að hún horfi alveg líka á mig sem strákinn sinn sko, þannig að við hefum ótrúlega fallegt samband og bara, já, yndisleg kona. Þeir sem að þekkja ekki starfið þitt gætu séð fyrir sér að þú værir á einhverjum vinnustofu með einhverja hárkollur í kringu þig og svo förðuna sett og svoleiðis. En starfið þitt er miklu, miklu meira en þetta. Já, miklu, miklu meira. Fólk veit til dæmis ekki alla pappírsvinnuna sem er eins og núna til dæmis er ég að undirbúa sjónvarpsseríu og sem byrjar ekki tökum fyrir eftir mánuð en við erum búin að vera að undirbúa lengi og erum enn, eða þú veist, verð næsta mánuð náttúrulega mjög mikið í því og nú erum við náttúrulega bara að skapa persónurnar og það er ótrúlega mikið vinna að skapa þær og og náttúrulega, þú veist, handritalesturinn og brjóta niður handritið og senu fyrir senu, þú veist, við verðum að það verður allt bókhald að vera á hreinu
því að þú veist, við getum verið að taka allar útitökur núna þegar við byrjum en innitökur seinna, þannig að þú getur leikari getur verið að labba inn hurð í apríl en komið út úr henni, eða þú veist, já, hann getur verið að labba inn hurð, komið inn í júlí eða eitthvað, þannig að hann verður að vera alveg eins og þegar hann labbaði inn hurðina. Þannig að þetta er mjög mikið vinna, það er sko alls ekki bara verið að mála andlit sko. Þetta er margra mánu undirbúningsvinna með fullt af fundum með leikstjóra og búningahönnuði og þú lest handritin líka til þess að móta karakterina og sem dæmi þá þegar voru að búa til Móra, þá voru þið bara saman í langan tíma og urðu mjög náin eða ekki þegar voru að skapa, þú og Þorsteinn Bachmann. Já, jú. Náttúrulega þegar við erum að skapa hann þá er það ég og Steini og Baldvin Setta leikstjóri og Magga búningahönnuður. Þannig að við fjögur vorum náttúrulega, Móra er okkar sköpun og þannig að við vorum mikið saman öll þá, en það er sko, við Steini náttúrulega sko, vorum saman svo allt tökutímabilið á hverju morgni í rútunni í 2-3 klukkutíma þar sem ég er að setja á hann gerfið og gerfið er meira en bara skeggið, það er líka það til dæmis svona, sko maður getur alveg fengið að heyra hversu langan tíma getur að tekið að setja eitt skegg á, en það snýr sko alls ekki bara það því að ég tók mig saman og sendi öllum yfirmönnum mínum hvert atriði sem ég geri við andlitið á Móra og bara það sem tengist andlitinu er 11 atriði, þannig að það er svo langt frá að vera bara skegg og eins og Steini sagði bara að eins og sérst að mála listaverk. Þannig að ef þú myndir lýsa svona venjulegum degi hjá sem er náttúrulega aldrei einn dagur eða allir dagar eins, þá hvernig myndir þú lýsa degi hjá þér? Svona þegar ég er í undirbúningi þá ég er náttúrulega heim í garðinum og keyri alltaf til Reykjavíkur og í undirbúningi þú veist, er það nú svo gott að þá get ég bara vakna með unglingunum mínum og keyrt honum í skólan og svona, svo kem ég við kaffitári eða Joe & Juice og kaupi mér morgumat sem ég borða á Reykjanesbrautinu og drekk kaffi mitt og þannig að ég get byrjað morgunin svona rólega sko. Og svo fer maður á vinnustofuna og kannski byrja á morgunfundi með búningahönnuðinum og við förum svona yfir einhvern karakterinn kannski og þá fer maður kannski bara svolítið að vinna í því, þú veist að taka eitt karakter fyrir einu, þú veist bara einn daginn er það þessi og þá er ég bara, já, svolítið á vinnustofinu bara svona í svona pælingum, sko, og náttúrulega bara huga að öllu sem þarf og eins og svona, fara í heildsölur, fara í gleraugnabúð, fara á fundi, sko, við sitjum oft marga og langa fundi, þú veist, eins og handritafundi, þar sem er kannski 9 tíma dagur, 8-9 tíma dagur, bara sitja á fundi að yfirmenn allar deilda. Hvað er svo döfinni hjá þau núna? Að hverju ertu að vinna núna? Núna er ég að undirbúa sjónvarpsþættina Réttur 3. Réttur 3. Það er semst búið að vera 1 og 2 á Stöð 2 og sem sagafilm er að framleiða og Baldvin Setta er að leikstýra og þetta er alveg bara langt tökutímabil, við erum að fara í tökur í tæpa 3 mánuði. Og síðan er ég líka undirbúa svona í leiðinni, þá er ég að hanna líka fyrir stuttmynd sem heitir Regnbogapartí og þannig ég er að hanna hana núna en hef ekki tíma til að vinna hana á setti sem sagt, þannig að það er önnur sminka sem verður fyrir mig á settinu en ég hanna hana og þá sem sagt klippi leikarana og hanna útlitið og er til dæmis að fá eitt strák í klippingu þannig að það er alveg nóg að gera sko. Núna helgina verða haldnir hátíðatónleikar í tilefni 100 ára afmæli Keflavíkur kirkju en þeir fara fram í Hljómahöllinni í Njarðvík. Við ræddum við Arnór Vilbergsson, organista Keflavíkur kirkju.
Keflavíkurkirkja efni til hátíðartónleika í Hljómahöll sunnudaginn 29. mars klukkan 16 í tilefni af 100 ára afmæli kirkjunar, en þar verða flutt verk eftir höfunda frá Keflavík af hátíðarkór sem settur hefur verið saman af þessu tilefni. Allir eru velkomnir á tónleikana en safnað verður frjálsum framlögum í orgelsjóð kirkjunar. Arnór B. Vilbergsson, organisti Keflavíkurkirkju, stjórnandi hátíðarkórsins. Sjónvarp Víkurfrétta ræddi við hann tónleikana. Og þá ætla að sameinast karlakór, kvennakór og kirkjukór og við ætlum að búa til hljómsveit utan það allt saman, strengjasveit sem að spilar undir með dyggri aðstoð frá tónlistarskólanum og við ætlum að flytja kantutu, Keflavíkur kantata eftir Eirík Árna Sigtryggsson sem kenndi nú lengi í tónlistarskólanum, sem og að flytja sálm sem Sigurður Sævarsson, okkar Keflvíkingur, skrifaði fyrir kirkjunni í tilefni 95 ára afmælisins og sem sagt sóknarpresturinn okkar Skúli á textan við það. Þannig að þetta svona þetta tvennt stóra sem við ætlum að gera á þeim tónleikum sem náttúrulega kórarnir flytja svo einhver verk líka sjálfur alveg sko. Þannig að þetta í burðarliðnum núna. Eitthvað fleira á afmælisárinu í tónlistinni sem er á Já, teikniborðinu? Meiningin svo að vera með á ljósanótt í tilefni afmælisins, þá ætlum við að vera með tvenna tónleika, þá eins og segir þetta náttúrulega með fyrirvara að verða að vinna í því bara. Jóhann Már og Bylgja Dís, ég að vinna í því að fá þau til þess að halda hérna tónleika, 50deginum eða 1. veit ekki alveg hvenær, þannig að þá myndu þau syngja í sikkur lagi, einhverjar aríur, svo saman, einhverja dúetta. Og svo er pælingin að hafa annað tvíeyki, að fá hana Sigurlaugu Eðvalds, fiðluleikara, og Sigrúnu Eðvalds saman. Það er systur til þess að vera með tónleika saman, sko. Og það eru báðar fiðluleikarar, báðar mjög þekktar náttúrulega. Og þetta getur verið svolítið skemmtilegu kóktel. Og það er pælingin að gera þetta bara ljósanótt og jafnvel frítt inn, skiljum við, svo bara hæfi ljósanótt. Og þetta er allt í tilefni afmælisins. Nemendur Myllubakkaskóla í Keflavík leggja mikið upp úr undirbúningi páskana. 14 páskaungar hafa glatt þá mikið undanfarna daga. Þannig að segðu mig frá þessu verkefni, hvað eru þið að gera? Í byrjun þá ætlum við að gera svona verkefni að taka ungan og setja mig í box og ætlum við að sjá ef ungan er komið út og að sjá ef það myndi koma kamar úr og svo láta það vaxa. Hvað byrjuðu þið með mörg egg? Við byrjaðum með 20 egg í boxinu og svo kom bara 14. Hvað tekur langan tíma frá því þið fáið eggið og þar til að ungarnir skeiðið út? Svona 21 daga. Þá bara var maður að snúa 2 svarta dag og sjá heitin rétt og allt það og svo bara, já. En það var ekkert alveg sama hvernig eggin voru. Þurftu ekki að vera eitthvað sérstök þessi egg sem að ungarnir kom úr? Við tókum lítil, miðstór og stór. Það kom engin úr stóregginu, það var bara allt stór. Ekki mikið úr, það kom eitthvað smá úr litleggin en mest úr miðstóregginu því það var svona rétti. En þeir eru með bæði gula og brúna unga. Voru þeir allir í eins eggjum? Já, það voru allir í brúna eggin, það var bara eins og hálflitur af fólki. Svo, já. En hvaða verkefni eru þið svo að vinna með ungana? Þið eru eitthvað að fræðast um lífið þeirra? Já, við segjum krökkunum frá og þau koma allir í bekkinu, eru búin að koma í dag, eða koma senast á dagana og þau koma svona heimsókn að halda ungana, við segjum frá því og eitthvað. Svo bara, og þá er alltaf 2 og 2 saman og halda einn unga í sætt. En þeir eru orðnir viku gamlir í dag og maður sér að þeir eru fljótir að stækka. Já, þeir eru mjög fljótir. Þeir voru bara pingu litlir, núna bara stórir, eða ekki stórir. Hvað ætlið þið svo að gera við þá? Við sendum þessu aftur á sveitina sem þau komuð á eftir næstu viku. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið minnum við aðra vinsæla miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað.
Fréttavefinn vaffe.is og fyrir kylfingana kylfingur.is. Jafnframt minnum ykkur á að hægt að nálgast eldri þætti Sjónvarps Víkurfrétta á YouTube rásinni undir Sjónvarp Víkurfrétta. Velkomin á Rocksap Íslands. Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spretti á hljóðfærum, skelltir í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.